Komið sæl og gleðilegt rautt nef. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég ætla að vera hérna með ykkur í kvöld ásamt félögum mínum Guðlaugu Elísabetu Ólafsdóttur, Þorsteini Backman og Þorsteini Guðmundsssyni og við ætlum að vera svona kynnar hérna í kvöld, ekki þó rasskinnar. Þetta var smá byrjunargrín, kannski ekki alveg að hæfi. Nú, sem sagt, dagur Rauða nefsins, þetta er í 3. skipti sem hann er haldinn á Íslandi og tilgangurinn er að safna fjármagni fyrir UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og við ætlum aðeins að fá að vita nánar það hjá Þorsteini Backman vini mínum. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, tilgangur söfnunarinnar er einfaldur en hann er sá að safna sem flestum heimsforeldrum hér í kvöld. Nú, þeir sem eru heimsforeldrar fyrir, þeir geta til dæmis aukið mánaðarlegt framlag sitt og þeir sem eru til dæmis stjórna fyrirtækjum, þeir geta látið fyrirtæki sitt gerast heimsforeldri. En í hvað skyldu þessi peningar fara? Jú, með aðstoð heimsforeldrana byggir UNICEF á Íslandi upp verndandi athvarf og skjól fyrir börn í stríðshrjáðum löndum. Að auki færir það vannærðum börnum allan heim tækifæri til lífs með stuðningi við sérstakar næringarspítala sem reknir eru allan heim og við fáum að kynnast starfsemi þeirra í kvöld. En það er fleira sem við fáum að sjá í kvöld, Steini. Gulla, þetta verður crazy kvöld. Þetta verður svo brjálæðislegt vegna þess að við erum með svona, þú veist, Afríku einslegu og svona fólk bara grætur og svo koma einhverju grínistar og þá hlær fólk og það verður alveg gjörsamlega rugla og sirkus og dansandi íþróttamenn. Það verður svona allt í bland hjá okkur í kvöld, já. Og þú veist, uppistandarar. Getur það klikkað? Það getur ekki, jú það getur klikkað. Það gæti klikkað. Hugsanlega getur það klikkað. Þetta klikkar. Kíkjum aðeins á hvað er í boði í kvöld. Þetta klikkar allt. Hér framundan, prófessorinn og diskóeyjan, brakandi ferskt íslenskt grín, ný dönsk, íþróttamenn dansa, Ari Eldjárn, Spaugstofan, Sigtið og Steindi Junior. Já, Steini minn, gaman að sjá þig. Hafðirðu heyrt þetta með kinnar, rasskinnar? Nei, ég hafði nú ekki heyrt það. Nú svolítið hissa því, Steini minn, þetta er partur af leiklistarsögu Íslands. Ég er ekki að skrökva. Já, ég var að segja söguna. Þannig var að fyrir áratugum, þá voru 2 mjög flottir leikarar að kynna á 17. júní á Austurvelli og þeir ákvaðu að gera þetta grín og við skulum bara kalla á Gísla og Klemma til þess að nefna engin nöfn og Gísla átti að segja semst við verðum hérna kynnar í kvöld og þá átti Klemma að segja svona eiginlega rasskinnar. Hann var kannski ekki alveg nákvæm með svona hvernig setningar enduðu þannig að þegar Gísli sagði við semst verðum kynnar hér í kvöld þá sagði Klemmi svo nokkurs konar rassþulir. Já. Náður þessu? Já, þetta er fyndið. Já, þetta sagði Klemmi reynda líka alltaf og hló ekki neitt, sagði þetta er fyndið.
Þakka þér fyrir. Já, kannski aðeins of mikið þetta með rasskennarnar en... Svolítið barnalegt. Svolítið barnalegt. En það er náttúrulega viðeigandi því að þessi söfnun hér í kvöld að hún náttúrulega sem sagt gengur fyrst og fremst út á börn og barnahjálp og þetta að finna grínið í alvörunni og gleðina í því að gefa og það er náttúrulega ekki eftir neina að bíða. Síminn er 562 6262. Það er fjöldi sjálfboðaliða við símann í símaveri Vodafone og við skulum bara skipta yfir til þeirra. Hvað segið þið þarna í Vodafone-verinu? Er hugur í fólki? Já, aldeilis. Við erum hér stödd í Skútuvogi hjá Vodafone og hér eru hátt í 100 sjálfboðaliðar sem ætla að svara fólki sem hringir og vill verða heimsforeldrar. Og það er okkar megin markmið hér í kvöld. Já, við minnum enn og aftur á síma, það er 562 6262 og hann er opinn í allt kvöld eða til miðnættis. Já, hér er svona það sem að hjarta slær símaveri, við bara bíðum eftir að þið hringið og hérna er náttúrulega stútvöld símaveri að fólki sem er að vinna hér í sjálfboðavinnu. Þið ætlaði að sýna lit, rauðan lit og hringja í ykkur í kvöld og svo er það náttúrulega símaleikurinn og Auður Blöndal er hérna með einn mjög svona örvæntingafullan og óþrifafullan sjálfboðalega, við skulum bara gefa boltan strax þangað. Ég er nú bara viðurkenna það, ég held að þetta sé fyrsta sinn á ævi minni sem ég actually langar í. Herri, já, komið sæl, við erum stödd hérna ég og fröken Óþolandi. Óþolinmóð. Hæ? Óþolinmóð. Já, fröken Óþolinmóð og við ætlum að stjórna símaleiknum. Þetta er virkilega skemmtilegt og það eru glæsilega vinningar í boði. Og í þættinu sem sagt verðum við svona símaleik þar sem að fólk er búið að hringja inn. Söfnunarnúmerið er 907 1900 og það eru sjálfkrafa dregnar 1900 krónur af símreikninginu þínum ef þú tekur þátt. Sem er nú ekki mikið því að þetta er náttúrulega sjálfsög mjög gott málefni og vinningarnir eru ekki að verra endanum. Við erum með menningapakka og það er sem sagt fyrsti vinningurinn og í honum eru miðar í Borgarleikhús, bækur frá Forlaginu og út að borða á fiskfélagi. Svo erum við með jólapakkan. Það er sími frá Vodafone og gjafakort frá miðborginu okkar, pakki på 275.000. Svo er heilsupakki, það eru 2 árskort í baðstofuna, útivistarfatnaður frá Sóan, það er verðmætt upp á 410.000. Svo erum við með hnakkapakka og það er bókin hans Gilsenegges og mánaðarbirgðir að hámarki og ég veit ekki hvað og svo erum við með ferðapakkan og það er ferð fyrir 2 til Tyrklands með heimsferðum og það er vinningur upp á 500.000. Hvorki meira en ég minna. Sem að ég fæ? Nei, sem að bara fólk fær sem er að hringja inn í 907 1900 og þetta, eins og ég sagði, kostar 1900. Við ætlum að fá að sjá bara fyrsta pakkana eins, kíkjum aðeins á hvað er í fyrsta pakkanum. Já, ég held að kemi aldrei að því. Þetta er sem sagt, já, í menningapakkanum eru 3, þetta er sem sagt Borgarleikhús og gefur miða fyrir 2 á 2 spennandi leiksýningar. Það er Fást og fjölskyldan og sýningar á fjölskyldunum hefjast eftir áramót. Svo erum við með Forlagið, þeir gefa 3 veglega bókagjafir, Alheimur nýja og fræðandi bóki í vinsælli ritröð, Sturlungu í stórglæsilegri 3 binda útgáfu og Dávaldinn sem er ein umtölustu norrænu spennusögu síðar ára. Hefur geta verið búin að taka þetta fram með? Og svo er fiskfélagið, þeir bjóða út að borða fyrir 2 í einstaka jólasleðaferð bragðlaukana Ísland. Svo kemur Gerður Kristný í partítíðinni og vinnur þennan glæsilega menningapakka. Þannig að það er til mikils að vinna og við ætlum svona að stjórna þessum leik hérna í kvöld, ég og fröken Óþolinmóð. Þannig að endilega hringið inn en við sendum boltan aftur yfir í stúdíóið. Já, hérna hjá okkur eru fulltrúar UNICEF, Svanhildur Konráðsdóttir, stjórnarformaður og Stefán Stefánsson, framkvæmdastjóri. Komið þið sæl. Sæl. Og velkomin til okkar. Takk hérlega. Og gleðileg hátíð. Sömuleiðis. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara ljómandi vel held ég. Ég held að þetta færi mjög vel af stað. Er það ekki? Jú, það verður bara mikil stemning í dag. Maður hitt náttúrulega fullt af fólki. Já. Og hérna, allir ætla að horfa og vonandi að leggja okkur lið. Þannig ég held að þetta færi bara mjög vel af stað. Allir ætla að gefa. Nákvæmlega. Gerast heimsforeldrar. Já, akkurát. Og það er mjög mikið af fólki sem þegar að styðja okkur. Þannig að útsendingin er skemmtileg fyrir þá sem þegar að styðja. Til þess að sjá hvað við erum að gera. Og aðra til þess að bætast í hópinn. Og þeir sem eru kannski þegar geta hækka framlagið eða tekið þátt í símaleiknum. Þannig að það er mjög skemmtileg og spennandi dagskrá framundan fyrir alla. Þannig að við erum mjög ánægð. Já. Spennt. Gaman að heyra það og ég held að við bara eigum öll eftir að njóta kvöldsins alveg í botn og ekki síst þeir sem að heima sitja.
Nú, það er mikið lán fyrir okkur Íslendinga að vita af börnum okkar fjarri stríði og átakasvæðum og slík svæði eru sannarlega engin staður fyrir börn því stríð ógna jú velferð og lífi barna og svo ótal marga vegu. En það er full ástæða að vara við þeim myndum sem að nú birtast á skjánum því að þessar myndir eru hvorki fyrir börn né viðkvæma. En við skulum hafa í huga heimsforeldra geta og eru að aðstoða UNICEF við að vernda börn gegn afleiðingum átakum allan heim. Og það er áríðandi að sú aðstoð haldi áfram. Já, þetta er ástæðan fyrir því að við erum hér í kvöld. Þið getið lagt ykkar af mörkum til að hjálpa börnum í stríðsátökum út allan heim. Og símanúmerið er 5626262. Já, við erum svona að reyna að gera heiminn pínulítið betri með þessu kvöldi og með þessu átaki. En nú er komið að skemmtilegu atriði, við ætlum að heyra smá músík og það er skemmtileg tilviljun að hér er diskódrottning Íslands, Helga Möller, að svara í símann. Hinn eina sanna. Og við ætlum að fá smá diskóatriði, það er prófessorinn og diskóinn. Dýrin og diskó, gjörðu svo vel. Kíktu við
diskókísu, diskóstrúta og diskómjólkurkýr. Á diskóeyju, diskógæsin býr. Og diskó-órangútan api heitur hress og hýr. Já, þetta kann ég við. Dýrin á diskó bara saman komin og í góðum fíling. Við erum aldeilis að komast á gott skrið. Má ég heyra kannski í funk-fingum? En hvar er funk-lestin? Glimmergítar? Á glamúrbassi? Hei, og kannski við þurfum smá kruntutrommur. Diskóeyju búa diskódýr. Ó já. Á diskóeyju, diskófylli, diskófíling býr. Á diskóeyju, diskólundin hlær. Á diskóeyju búa líka diskókóngulær. Á diskóeyju verpir diskóöld. Og búa diskókópar og diskóalabjörn. Á diskóeyju, diskósólin snýr. Á diskóeyju drekka allir diskóappelsín. Á diskóeyju búa diskódýr. Og diskótröllið undir brúnni diskóskílum snýr. Á diskóeyju dansinn enginn flýr. Því á diskóeyju búa enginn diskóleiti dýr. Ó nei! Já, við þökkum Memphis Mafíunni kærlega fyrir. Mér sýndist nú hálf borgarstjórn Reykjavíkur vera þarna. En Það er svo mikið grín það. það er svo mikið grín. Og við ætlum að hafa gaman. Já, einmitt. Ég veit ekki hvort að ég hef búin að segja þér frá því að dagur Rauða nefsins, hann hófst 1988 í Bretlandi og veistu af hverju? Fólk kunni verið að spyrja, þú veist, ég meina, er við hæfi að vera með eitthvað trúðslæti og vera með svona alvarleg málefni? En tilfellið er að það voru breskir gamanleikari sem fór af stað með þetta, dagur Rauða nefsins, ákvað að safna fyrir UNICEF á þennan máta. Að við getum hlegið og auðvitað grátum við líka. En það er líka bara eðlilegt, þannig lífið, Steini, er það ekki? Jú, það er það svo sannarlega og það er kannski rétt að geta þess að það hefur náðst góður árangur í síðustu 2 söfnunum og við erum með 14.500 heimsforeldra, það er 4% af þjóðinni sem er heimsmet, en Svíarnir narta í hælan á okkur og við verðum að gera betur því að ennþá eru 22.000 börn í heiminum öllum sem að hægt er að bjarga með ódýrum og einföldum hætti. Þannig að nú er bara að finna gleðina í því að gefa og minni á síman 562 6262. Og íslenskt grín. BT2-faldar heldur ég hafi ekki fengið 3 rétta í lottóinu, bróskall. FML, fílukall. Á þú ekki bara að kaupa sér aðra konu, blikkall. Lol, þú drefur mig. 3 like. Lol. Þetta er ekki alveg svona fyndið. Ég var að segja það. Lol. Ok, takk.